Listaverkið Lífríkinu er í boði Kanon. Þessi mynd fjallar Skoruvíkurbjarg sem er á norðanverðu Langanesi. Bjargið er nokkuð skorið fuglabjarg, afar fallegt og fjölbreytt að lögun. Hæð bjargsins er mest 55 metrar yfir sjávarmáli. Við Skoruvíkurbjarg er kletturinn Stóri Karl, sívalur drangi sem flæðir í kringum. Á honum og við hann verpa 700 pör af súlum. Útsýnispallur er við Stóra Karl og af honum er einstakt útsýni yfir bjargið og karlið. Samkvæmt tölum frá Náttúrufræðistofnun Íslands verpa 30.000 pör af ritu í bjarginu sem er yfir 5% af íslenskum stofni, 27.000 pör af langvíu, 8.000 pör af álku og tæplega 2.500 pör af stuttnefju. Ritan er mjög áberandi, en súlan er þó kannski sá fugl sem flestir taka eftir. Súlan er stærst sjófugla við Ísland. Hún er 90 cm löng og vegur 2-3 kíló. Tvær litlar súlubyggðir eru á norðanverðu landinu, í Skoruvík og að Rauðanúpi á Melrakkasléttu. Súluvörpin eru reyndar bara 5 á landinu, hin eru í Skrúði, Vestmannaeyjum og í Eldey. Skoruvíkurbjarg er eini staðurinn sem súlur verpa í landföstu bjargi. Að venju eru hér nokkrir punktar fyrir ljósmyndara. Langanes er stórkostleg náttúruparadís og þar er afar gaman að mynda. Erfitt er að mynda súluna í sterkri sól miðjan dag. Þarf að fylgjast vel með hvort myndi verði yfirlýstar og skenna hvítar fjaðrir súlunar brenni nokkuð. Ef léttskýjað er, finnst mér langbest að mynda súluna í Skoruvíkurbjargi á kvöldin, helst eftir klukkan 20 fyrir part sumars. Birtan getur verið gríðarlega falleg miðnætti sé myndað í lok maí eða júní. Einnig er gott að mynda þar eldsnemma morguns. Það er ágætis íþrótt að reyna að mynda súlu á flugi. Hún er reyndar með auðveldari fuglum að mynda fljúgandi. Langfallegust er hún á flugi þegar hún veltir sig til hliðar, þannig að maður nær að mynda vængina beina út frá líkamanum, sérstaklega ef maður nær að mynda ofan á vængina. Mjög víða á Langanesi eru brúnirnar á bjarginu varasamir. Oft er holt undir grastorfum á brúninni og klettar eru lausir í sér. Sviftivindar eru það líka stundum á bjargbrúnunum. Það þarf því að fara mjög varlega á nesinu. Það er ekki símasamband alls staðar á Langanesi, það er ágætt að hafa það í huga áður en haldið út á nesið.